Jæja, við erum þá mættir hérna á Íslandsmeistaramóti í grjótklímu 2006. Við erum að fylgjast með U15 karlaflokknum og ég heiti Laufey. Ég heiti Jenny. Og við ætlum að vera að lýsa þetta með ykkur. Jöp, þetta eru spennandi. Þið eru kannski búin að vera að fylgjast með U17 og þið sjáu að við erum ennþá með sömu leiðirnar en það er bara búið aðeins að eins og við segjum tweaka að svona laga til, gera kannski aðeins léttari fyrir yngri krakkana. Já. Þannig að það verður skemmtilegt að sjá hvernig hvort þeir gera öðruvísi eða hvort þeir eru eins eða... Já, akkurat hvað þau séu búin að stela hugmyndum frá eldri krakkunum. Einmitt. Og þau eru sömuleiðis með myndbönd frá leiðarsmiðunum. Einmitt. Þannig að þau eru með alls konar upplýsingar þessar leiðir. Já, þau voru ekki sett í svona einangrun fyrir leiðirnar, þannig að þeim er svona smá hjálpað í þessum yngri flokkum. En þetta er samt sem áður rúllandi umferð sem þýðir að keppendur fá 4 mínútur til að reyna við hverja leið og 4 mínútur í pásu á milli. Já. Og við byrjum á fyrsti sem kemur á fyrstu leiðina var sá sem lenti þá í 7. sæti og er þá Gunnar Þór? Nei, það er Valdimar. Valdimar Max Haraldsson, hann er ekki þessi tilbúinn og það eru tæpar 1,5 mínúta í að hann byrja að klifra. Og það var mjög spennandi keppni í U15 flokkunum í gær. Mjög margir keppendur og ég myndi segja að það var mjög góð stemning hjá öllum. Það er nú gott. Það var mjög skemmtilegu dagur, sko. Þannig að Það var skemmtilegt að sjá hvernig það beit sig hér. Já, algjörlega. Og við erum með stigin frá keppendur sem komist í úrslitin og í 7. sæti þá var Valdimar með 153,9 stig. Svo fara stigin hægt og rólega upp og sá sem var með flest stigin í úrslitinu var með 199,7. Fullt úr stiga er 200, þannig að hann var nálægt því. Hann náði bara gekk frekar vel í gær, getur maður sagt, sko. Já. Það var ekki illa. Ekki illa, alls ekki. En það þýðir líka samt að það er smá breidd í hópnum sem er í úrslitum. En það er bara gott að sjá. Þá sjáum við kannski eins og þegar randið fer lengra að þegar við förum að sjá kannski síðustu keppnimyndina þá færum við kannski að sjá flest toppana. Akkurat. Og við sáum það í U17 flokkunum í morgun. Já, við sáum það, já. Það var alveg augljós svona skipting á milli. Á milli, já. En samt alveg svona... En maður getur samt ekki sagt sko að því að stundum þá skilur ekki, maður getur alltaf haft bara átt leiðanlegan dag einn daginn og góðan daginn hitt. Valdimar Max fer að koma inn á dýnuna. Fyrstu leiðina. Það er þessi Þessi leið er svolítið svona, myndi ég segja, hún er svolítið coordination en samt sem áður svona Já, við ég myndi segja einmitt, þessi samhæg sem að þarf í þessum 4 mínútum. Það er nefnilega það sko, því að svona Og nú er hann komið með stig í miðjunni. 9, já. Og stígur hérna á fótfestunni sem er. Hún virkar kannski góð en hún er mjög... Í fyrri part. Svo tekum við aðeins örlítið yfirhang og lélegri fótur. Já, það reynir aðeins meira á styrki í efri líkama, seinni samhængin. Já. En við sáum samt eins og í U17 flokkunum að margir voru að einhvern veginn berjast í gegnum þetta stadíst. Það er satt. Það er hægt að gera þetta stadíst, maður hefur séð það áður. En það er vissulega að reynir meira á og hitt er léttara á þann hátt að maður eyðir minni orku en hitt er kannski léttara að maður, kann betur á það. Það er ekki eins mikið risk í raun. Einmitt. Og hann fer rólega í gegnum þetta. Já. Hann er að spyrja, fæ ég toppir eða ekki? Nei. Þetta er ekki toppir til miður. Hann þarf að gera þetta aftur. Þetta var ekki Nei, mér sýnist að hann er farinn af dýnunni þannig að mér sýnist dómari hafi gefið hann merki hann fékk topp. Eða hvað? Þetta var áfrýjað sko, ég hugsa að
Já, en já, dómarar, Dómarar gáðu þetta. já. Af því að hann hélt þarna með eina hendi alveg staðist í þessu. Svo sleppti hann og var svona aðeins að sveiflast, hann var á Maður hreyfingu. sá þegar hann fór að matcha gripið að setja báðar hendur á toppgripið og eiginlega hann sveiflast bara af, sko. Já. Veit ég. Nei, en við erum ekki dómarar. Nei, við erum vissulega ekki dómarar. Þannig að við byrjum bara að fylgjast með og sjá hérna. Og áfrýjanir, ef það er eitthvað vafi, það eru þjálfarar sem að senda inn áfrýjanirnar. Já. Þannig að dómarar og þjálfarar fá að skoða þetta betur ef þess þarf. Og líka það verður að vera vídeo með áfrýjuninni. Já, en vídeoin eru öll hérna það sem við erum að taka upp. Þannig að það verður bara, það er ekkert vandamál. En við þurfum að bíða eftir að klukkan telja alveg niður og klári þessar 4 mínútur. Og við næstu klifur Já, áður en næstu kemdi fyrr, þannig að það er ekkert að flýta í neitt. Hann Ari. Já. Kemur þá. Og Ari Linnet. Já, og tekka niður. En það var samt flott hjá hann Valdimar, maður sá Svona ákvarðanataka. Já, ég hugsa sko yfirleitt í mót. Það reynir ekki of mikið á. Já. Þá er það mér fyrir að besta leiðin, af því að þá eyður yfirleitt færri tilraunum. Já. En svo þegar maður fer svona að æfa sig á gott fara að æfa. Að kunna hitt líka. Já, kunna hitt líka. Þú kemst ekki alltaf upp með að fara hægt í gegn. Nei, það er einmitt sko, maður veit að leiðarsmiðirnir passa yfirleitt mjög mikið upp á að það er ekki hægt að fara statístíkinn í samhæfingar, en það er náttúrulega alveg En stundum, já, það er erfitt starf að vera leiðarsmiður, sérstaklega þegar það er komið á þennan erfiðleika, sko. Þannig að Ari, nokkuð góð tilraun, Já, en hann er bara að aftur sig. smá hersluminni eitthvað. Já, við sjáum hann fer fyrst upp með hægri og síðan með vinstri. Já. Það sér að hann fer svona. Sem gæti reynst aðeins erfiðara af því að það er svolítið, það er lélegra grip, hugsa ég, á neðri. Það reyna að halda það, á hægra megin og fara síðan upp. Hugsa þessi léttir að maður reynir að fara fyrst upp og síðan, svona. Og síðan fer með neðri hendina. Ég held að hann hafi líka reynið að grípa þetta með tákróki í byrjun. En það var einmitt það sem það var að gera í U17-flokknum, en það er pæling núna hvort það sé orðið, það er of langt kannski, fyrir því að þau... Er ekki jafn hávæsinn? Já. 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 Mjög nálægt þessu. Mjög nálægt og það geta alveg verið rétt hjá þess. Þannig að maður sér hann vill reyna, hann er svo nálægt þessu sko. Mjög nálægt. Til dæmis fyrst í vinstri, þá ferðu í sveiflu, en þá hefur, þannig að það er svona... En hann er að komast þarna. Þar í U17 er kannski ekki að vera samhæfingi lengur. Nei, og svo bara snúist að halda Hann næst eftir, það er 1 mínúta og sem eru góð en samt ekki. Já, þetta er svona Og því að við sáum það er hann að svona alveg nótæk skrep eða grep sem er ekki með neinu svona áferð. það er alveg glært. Það er alveg sleipt sko. Já. En maður sér að það er þú veist gott. En að því að það er svo sleipt þá... Já, þú kemur svona svo kallega juggari. Já. En kannski Eftir juggari en þannig líður ekki eins og maður sé að grípa juggara sko. Þetta er svolítið, þetta er svona blekking. Já, smá. En Koma keppendur aftur inn og Valdimar og Max fyrir í leið nr. 1. Þannig að það reynir mjög mikið á styrk. Frá miklu yfirhangi yfir í frekar lítið yfirhang og það er yfirleitt. Já. Það er tricky sko.
skemmtilegt. Nær þarna á milli. Já, Emil einmitt nær að halda táknum. Nær þessum tapi. Held ég, vonandi. Já, heyrðu, við fengum Valdimar kom ekki á sína smá skrítið. Við erum að tjekka á sig. Þetta á vissulega að vera rúllandi umferð. Við héldum það allan að það kemur kannski í ljós. Já, mér skilst á dómurum að það var einhver áfrýjun, þannig að þá... Er það sem er stopp? Já, það var einhver breyting. Við leyfum bara dómurum þá að sjá það, en við allan að þess vegna er Valdimar ekki að klifra. Það er einmitt að pæla í því. Já. Við bíðum það bara eftir næsta klifrara. Já. Þeir fara réttilega með þessa fyrstu leið þarna, sem Já, ég sé að núna kemur þjálfari með áfrýjun, að fara með til dómara. Já, þá erum við bara að bíða eins og... Já, það er flott sko að fá þegar maður í svona móti kannski heima á sínu landi og að keppa á svona stórmóti en samt svona frekar líklega að fá þessa reynslu á áfrýjun sko. Já, akkurat. Að það er hægt og fá reynsluna hér frekar en að lenda í þessu kannski aðeins meira stressandi umhverfi. Já. Það kerfið í rauninni gerir ráð fyrir því að dómarar eru bara mannlegir og þau geta gert mistök. Og það er kerfið til staðar til þess að svona, bara upp á sanngirni að þá sé hægt að áfrýja. Já, bara sjálfsagt sko. Já. Þannig við bara bíðum aðeins. Alveg rólega bara. Já, þetta er áfrýjun og það er verið að fara yfir hana. Já, það er umferðin í gangi. Hann fer bara aftur í umferðina eftir 2 líka. Það er ekki bara svolítið ákveðu hvernig hann gerir þetta. Já, það er Þá vitum við að það var verið að útskýra fyrir okkur að Valdimar kemur líklegast bara aftur inn í umferðina. Já. Það er bara að gera aftur. Sem er bara, og umferðin heldur bara áfram. Þannig að það er vissulega þá engin seinkun. Nei. En þeir Ari Linnet og Leo Benjaminsson eru nú að kljára. Ari í leið númer 2 yfirhanginu og Leo er að busta leið númer 1. Þá var að sjá hvernig þeir spreyta sig í þessari leið númer 2. Já. Sjá grípa í hana góða vondagripið. Akkurat. Já, sko, það er að halda sig. Það er ekki eftir að ekki af. Já. Það er erfitt, sko. Hann er aðeins eitthvað að hugsa sig hvað hann ætlaði að gera, svona horfði upp á miðjugripið. Það er ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera. Nei. Leo gengur vel í fyrstu leiðinni. Já. Hugsa hann sig svona, já, nær hann með þig. Bara lítið mjög vel út hjá hann, örugt. Mjög öruggur hérna. Sem þarf hann, það er erfitt hann að leysa táknrókinn. Sjá hvernig hann, og held sér hana. Akkurat, og Ari er hann að halda sveiflunni yfir hanginu. Við sáum í U17 að þeir voru að taka hælkrók hérna upp á Vinstra megin? Já, á stóra gripið. Stóra gripið. Einmitt. Það verður áhugavert að sjá hvað... Og Leo að komast í toppinn. Sjá, hún er að klára þetta. Þetta er ekki í toppinn, þannig að... Já. Flottir.
þessi toppur hann að vera mikilvægur Já, í lokin. akkurat. Og svo einmitt sko hversu mörgum tilraunum ná þessum toppi líka. Einmitt. Það er aðeins misjafnt milli keppenda Já, mjög. og En mér sýnist allan að sjálflega hana. Það er, sjá, Ari er þarna aftur í sveiflunni. Þetta er svolítið tricky sko, en að reyna að hugsa sér best að nota hælkrákinn. Ég held það líka, mér það svona pínu lítur út fyrir að vanta þess upp á bara einmitt að finna hvaða fótavinnu er að fara að virka fyrir hann. Einmitt, og að lesa leiðina rétt, það náttúrulega kemur bara með aldrinum í raun sko, með reynslunni. Já, og reynslunni. Og eins og í morgun þá vorum við að fylgjast með U17, þau eru búin að keppa aðeins lengur. Þetta er U15 og þau eru svona að byggja upp þessa reynslu. Já, þau eru svona að keppa sínum fyrstu mótum kannski aðeins nýrði og þá er alveg bara sjálfsagt að Þetta er eiginlega ekki allt sko. Þetta er akkurat tíminn eða flokkurinn til þess að gera mistökin í. Einmitt, Það er alveg bara 100% þannig og það er allt í lagi. Já, það er bara meira alveg betra að gera taktísk mistök núna heldur en kannski í opnaflokki. Já, þetta er að uppgöta allt í einu seinna sko. Fínt að fá til dæmis eins og þessa áfríðun og bara alls konar sko. Já. Það er bara gott fyrir mann. Væri maður bara á mistökunum í raun. Já, það geti alveg trúað að þetta er ekki kannski endilega auðveld staða fyrir Valdimar. Nú veit ég ekki hvernig hann tekur því. Kannski er hann pollrólegur en þetta getur líka alveg verið eitthvað stressandi sko. Það getur verið mjög stressandi en ég hugsa að það væri skemmtilegt að sjá hvernig hann beitir sér á veggnum og hvað hann gerir, skilurðu. Að við sáum alveg að hann gat klifrað leiðina. Já, í seinni Þetta var bara svona herslumunur. Já, smá fljót þannig í lokin og það kostar sér alveg smá sko en ég hugsa að næri sjálfi þegar maður lendir í svona áfríðum það einu sem maður getur gert er bara að halda haus og vera rólegur og vita að hann veit að hann getur gert það og bara gera eftir. Algjörlega og hann í rauninni gerði ekki mistök því að hann beið eftir merki frá dómara eða spurði dómara og það var í raun dómarinn sem hefði örugglega bara að segja hann að gera eftir sko. Já, en svo má dómari, Dómarinn má bara gera bara það sem hann telur réttast og síðan fer þetta bara eins og þetta fer. Já. En þá er hann Andri Kjallar Gunnarsson að fara í leið númer 1. Heyrðu, það er búið að stoppa tímann samt. Nú, jæja. Þannig að það eru bæði þjálfarar og dómarar að ræða. Við fáum upplýsingar eftir smá. Sjáu þið hvað gerist? Biðtíminn þarna semst að skipta þannig að þá eru þeir að fara tilbúna. Ég sýnist við gætum verið að bíða eina umferð. Já, við sýnist það. Og mér sýnist þið verið að undirbúa Valdimar. Nei, ég held við séum ekki að bíða eina umferð. Ég held að við séum örugglega að því að þegar við lendum í svona áfríðinu þá þarf að hann fer á stað á þeim tíma sem áfríðin er tekin. Þannig að hann á sama tíma eftir af tilrauninni. Já. Hann fer ekki alla 4 mínútur eftir. Þannig að mér sýnist við erum örugglega að bíða bara eftir því. Já. Ég held að það væri einhverjar 2 mínútur eða eitthvað. Já. Við bíðum bara rólega og það er hugsanlega held ég enginn á sama tíma og hann. Nei. Þannig sjáum hvernig það fer. Já. Þjálfarinn hans er smá ræðið við hann. Já. Kannski hann smá stressaður en ég held sjálf. Bara róa niður en hann er vel með þetta. Hann er flott að klifrari komin í úrslitin og bara... Já, hann rústar þessu alveg. Klifrar vel þessari leið þannig að... Já, algjörlega beitt sér mjög vel. Þetta er bara svona í rauninni vöðvaminni, hugsa ég. Já. Það verður spennandi að sjá. Já. Þetta er svona, áfríðanir, í rauninni ferli sem er í gangi núna er svolítið svona eins og vítaskott, eða þannig, þetta er smá þannig, eða samt eiginlega öfugt, en já. Þegar maður fær það er bara sjálfsagt
þessum tíma. Allir að hvetinn áfram, hann alveg... Þetta var bara mjög... alveg smá spennandi að fá svona öðruvísi áfríðanir að berast í rauninni bara í lokin. Það kemur fyrir. Það er oft sem það gerist og það er yfirleitt svona 5 mínútur eftir umferðir sem hægt er að áfríða. Já. Og þá fær klifrari að þá fer hann bara aftur í leiðina þá. Já. Ef það er áfríða. Eða það er hort, einmitt ef það er rétt, eða þá er hort á myndbandið og stundum... Stundum við áfríðinu ekki rétt, sko. Já. Það er í raun með þið. Já. Og við erum heppin hérna á Íslandi, þá kostar þetta ekki neitt, en yfirleitt í útlöndum. Það kostar það? Já, það er verðskrá hjá Kliðarsambandi Íslands. Vá! Já. Þannig að... Áfríðanir kostar, sko, þannig að maður það þarf að vera kostar ef viss. þú hefur rangt fyrir þér. Já, þú hefur rangt fyrir þér. Þú þarfst að vera svolítið viss í þinni þú þarft að vera viss, já. En annars þarftu að borga, sko. Já. Það hefur rangt fyrir þér. Þannig að þetta er svolítið svona áhætta en á saman tíma, já. Þannig að það er ekkert gert áfríðanir hægri og vinstri, sko. Nei, alls ekki. Og það er heldur ekki hver sem má senda inn áfríðanirnar. Nei. Það verður að vera þjálfari. Já. En þá eru keppendur í næstu umferð að gera sér tilbúin. Já, það er hann Emil Elís Eyjólfsson og Andri sem eru Já, Emil er komið helgrögginn og... Sjáu þið að strax er léttilega að fara hana... Já, þetta er ekki búið fyrir hann að búið. Nei. Hana. Já, og Andri... Hana. Mjög öruggur. Já. Það er líklegast, Emil er líklegast að... Góður, einmitt, af því svo ef þú ert búinn að taka 10. Þannig að... Hann á góðan sjens, ég tók að koma með stig í miðuna. Þú færði ekki meiri stig þótt þú átt meira eftir á tímanum. Nei. Þú færði jafn mörg stig, sko. Maður vill oft vera búinn fyrr. En það er ekkert endilega betra. Nei, en það er ekkert endilega betra, sko. Ég finna alveg fyrir sjálf, ég er svona, það er næs að hafa auka 2 eða eitthvað. Já, flottur hana. Já, þarna, Sáum hann að breyta hann smá, hann ákvað að fara fyrst áfram í... Vinstri, og Svo ætlaði hann örugglega að fara í kantinn, en... Svolítið langt niðri, þannig að... Já. Þetta er tricky hreyfing, sko. Já, og var svona aðeins að missa spennuna, þannig að hann var byrjaður að sveiflast og bara, já. Já, ég er ekki alveg klára hvor er betra, að fara fyrst í svarta eða fyrst í gráa, þú veist. Ég held gráa því svarti hall í rauninni niður og það er ekkert á móti fæturum. Það er hugsanlega, sko. Ég held að sé hægt að gera bæði en örugglega erfiðar að fara fyrst í svarta. Já. Mér sýnist það. En hann hefur ennþá nægan tíma, eina góða tilraun í viðbót, segi ég, og þá tekur hann þetta. Akkurat. Nei. Einn er hann að halda í staupagripið báðum, það er ekki nóg. Trikkið með svona grip er að vera með mjög heitar hendur. Þannig er gott að vera með sveittar hendur. Það er yfirleitt ekki gott en þannig er það gott. Ég er reyndar ekki búin að lesa uppfærðar reglur á EFC en ég heyrði eitthvað tala það að banna það að skyrpa í lóan. Já, það er virkilega að banna. Það er upp á hreinlæti en þú mátt fyrir leiðina, áður fyrir leiðina, þá máttu hella vatni á hendurnar. Já, það má. En máttu vera með úðabrúsa. Já, ég held það nefnilega. Já. Þú mátt vera með vatn og hella en þú mátt ekki gera gripið blautt. Já, skýta allt út, þannig að það sé blautt gripið alveg. Nei, einmitt. Þannig að þú mátt vissilega hafa smá blautar. En ég hef alveg áður en reglan kom að skyrpa í hennar þá hugsanlega hafa allir gert það Já. Sem er svolítið ógeðslegt en Já.
Þetta var svona þegar þetta byrjaði, sko. Já, þetta er svona skyrpið og það banna að setja blóð á gripinn. Þetta er á sama, hérna í sama Já, kategóríu. ég sagði sér svona svolítið svolítið ekki gott, sko. En ég hef gert það áður, sko. Þá gerði ég það einu sinni í leið og ég var bara, þetta var lokagripið held ég, og ég var bara, ég verð hana á þessu. Og ég var bara svolítið skömmið eftir á, en þá var það ekki bannað. Þetta var ekki regla, það var ekki regla. Já. En maður gerir það ekki núna. Nei. Herri, þá er Ari Linnet komin í leið nr. 3. Já, við erum búin að sjá, hún er búin að reyna svolítið erfið þessi byrjunasta leið nr. 3. Í hinnum flokkunum. Ég held þetta er erfiðasta leiðin. Já, ég held það nefnilega líka. Maður þarf svo rosalega mikið í kor að hún svo, maður að spenna mafaðuna alveg upp á 10, sko. Já, Gunnar Þór er í leið nr. 1. Hann var stigahæstur inn í úrslitin. Og Leo í leið nr. 2, hann í yfirhanginu. Sjá hvernig það var. Já, Gunnar hann að skellir í smá hné. Já. Mér finnst það alltaf skemmtilega lausnir, sem finnst það ekki nógu snyrtilegt og svona. Mér finnst það skemmtilegt, sko. Þetta er út svona semi. Og annan í hana. Mjög öruggur. Líka miðjunni. Æsli spennandi hérna. Núna raðast því. Skemmtilegt að sjá hvernig hann gerir síðan efri partinn, hvort hann fer. Já, hvort hann fer fyrst til vinstri eða kantinn. Já, hann fer fyrst hana, já. Síðan er málið sko að maður að stíga svolítið hátt. Já, koma sér með hann einmitt. En þetta er svo... Erfitt að komast í þá stöðu, já. Það er erfitt að stíga upp. Það tekur meira á en það lítur út fyrir að vera, sko. Það er svolítið styrk í það. Það fljótur að svona missa jafnvægið þarna í þessari stöðu. Þú þarft að vera alveg rosalega spenntur. Reynir mjög mikið að bara spenna alveg frá maður niður í fót, sko. Já, og talandi það að spenna alveg frá maður niður í fót, það er svolítið líka þannig í leið nr. 3, þannig í byrjunni. Já, byrjunin, hún er bara alveg... Sko kassin sem er að stíga á, hann hallar rosalega vel. Þú stendur ekki á neinn, þú ert bara að spyrna í. Já, og svo tekur bara veggurinn við. Já, það er alveg, þú þarft að vera bara alveg spenntur frá hausinn niður í tær, sko. Já. Bara alveg... Já, en við sjáum þeir halda hérna áfram. Gunnar búinn að toppa og hann reynir enda þarna við byrjunastöðina, já, nær þarna upp í grip nr. 2, sjáum hvernig hann heldur áfram. Þetta er rosalega spennandi sem já, flottur! Þetta er bara, sést ekki nógu vel á skjánum, en bara spennan er rosalega. Glæsilega vel gert hjá honum. Það sé hérna, toppurinn er líka nefnilega erfiður. Þú ert ekki komin í léttapartinn annars, sko. Nei. Þannig að þetta er svolítið tricky. Þannig er mikið spennast að þeirra halda og einmitt þarna, það flettist mjög rætt af veggnum, sko. Já. En ég sá í kvenna hollinu í U17, það var, mér sýndist það var enginn sem tók hælkrók af hana lóðrétta cheetah-gripið, hérna bleika. Nei, til vinstri, einmitt. Já, og ég hugsa að það sé beta nefnilega. Já, það var í Karla U17, þá voru þeir að taka hælkrókarna. Ég sá það ekki nefnilega. Nei. En ég hugsa að það gerir léttar að fara yfir í fjólubla. Sjá Leo er farin aftur, hann hefur 30 sekundur, þannig að þetta er eflaust hann. Og Leo er að reyna að komast í toppinn á leið nr. 2 og er mjög nált þarna. Já. Sjá Aron fara aftur. Mjög vel gert. Hann hefur góðan tíma, hann nær sér eflaust ef hann... Já, flottur. Mjög flottur. Þarna, já. Þarna er hann að krossa fyrr. Glæsilegt. Já, mjög flott hjá honum. Sjúklega flott hjá honum. Þetta er erfitt, sko. Já. 5 sekundur, já! Já! Þetta var flott hjá honum, samt. Þetta er sko bara... sjúklega erfitt, sko. Sjúklega erfitt og hann átti erfitt með byrjunina til að byrja með, en svo bara hann fann hann spennuna. Og það er hægt að beita sér. Ég raun lærði sig í gegnum þessa leið, sko. Já, mjög vel gert. Ótrúlega flott hjá honum að koma svona hátt upp, bara... Já. Það er alveg geggjað. Herru, þá er hann Valdimar kominn í leið nr. 2. Já.
Við sjáum að hann einn á veggnum að því að Já. út af áfrýjuninni Já. sem getur Setur allt valdið aðeins- svolítið stress og pressi á hann en Já, algjörlega. mér sýnist hann vera bara krúsinn sko. Já, og þess að við erum bara að tala það er erfitt að halda með báðum höndum í þetta grip. Þannig Já. kannski að reyna að koma sér í gripið til hægri. líka. Fara fyrst til hægri og setja hælinn upp og síðan fara með báðar hendur í glæri gripi, matcha, no text. Spennandi að sjá sko. Þannig að hann þarf í raun Þarna, að beygja akkurat, þarna. og reyna að koma hælnum upp þarna. Já. Getur verið svolítið tricky og þarf svolítið reynir á efri líkamann að ná Já. að setja fótinn anga upp sko. Og við sjáum það svolítið vel í rammanum efst uppi sem er sinni leið nr. 1 hvað þetta er mikið yfirhang. Já. Og þetta reynir rosalega mikið á kjarnastyrkinn. Við sjáum bara þegar hann stendur, þú veist, gripin er mjög nálægt honum sko. Já. En þetta er samt, þú veist, svona löng leið samt. Já, margar hreyfingar. Herðu, þá er Emil hana í leið nr. 3. Já, heyrðu, hann byrjaði. Já. Við sagðum að hann var ekki alveg inn í byrjun. Nei, ég er ekki alveg viss. Kannski svolítið að tímanum sínum hana. Já, ég er ekki alveg viss hvernig. Ja, en hann er allavega, Þannig að það er svolítið bara fínt. já, hann er komin allavega með stig hérna í miðjuna. Já. Ég hugsa að það sé mikilvæg stig í þessu randi sko. Já. Valdimar reynir hann að hoppa bara beint úr no-text-gripinu og rock-sit í hliðargripinu. Já. En án þess að taka hælkrókinn, Já. það Það er mjög erfitt. er svolítið erfitt, já. Og ekki líklegt að það virki endilega. Nei, það væri mjög flott að hann gæti það. Já. Hann, Emil hana Snerti þarna. mál. Og Emil hann hana. fer þarna fyrst bara í, já. Já. Þetta er mjög erfið leið en hún virkar. Hún virkar. Sjáum hvort hann nær. Þannig, já, oi. Það er mínútu eftir. Hann þurfti bara ekki þess að auka myndu. Í byrjun. Hann er alveg með það. Og það er yfirleitt að svona sko ef íþróttamennir fatta ekki að þeir eru byrjaðir og missa af smá tímanum þá er ekki hægt að áfrýja það. Það er Nei. bara á Það er ábyrgð íþróttamannsins að Já, fylgjast með. fylgjast með tímanum sínum. Já. Því miður, þannig að ef þú missir af þá er ekkert hægt að gera í því sko. Nei. En eins vegar ef það var eitthvað, þú veist, einhver annar var að segja, dómarinn var að segja hann ekki að fara eða eitthvað. Já, þá náttúrulega eftir að fá auka Það er tíma. annað sko, en annars er það bara Já, en sjáum kannski. Já, hann að flott hjá honum. Já. Já. Vá. Það er gert hjá honum, vá. Þetta var alveg, Alvöru. það var bara að ganga upp og hann náði alveg. Já. Sjúklega flott hjá honum, bara á síðustu sekúndunum hann. Algjörlega. Hann sá hann hvílt sér vel hann á milli og tók þetta bara. Sjúklega flott hjá honum. Þetta er erfið leið. Heldur betur og bara þetta haldið sem mikið spennu allan tíman. Það var aldrei nein pása. Nei. Það er svolítið annað sko. Hann misti aldrei spennuna. Nei, aldrei. Já, þá er Andri Kjalar í leið nr. 2, Leo í leið nr. 3 og Ari Linnet er komin í leið nr. 4. Þessi Já. er svolítið leið nr. 4, mér finnst hún er svolítið uppáldið með mér. Hún er svolítið bara dundra og vona það besta. Dúldur að vona það besta og svo tekum við mjög Já, svona tæknilegur. Mér finnst það svolítið skemmtilegt sko, því að þú ert bara alveg peppið frá 100 og síðan þarf þetta bara að fara í 0 sko. Já, Það er einmitt. bara alveg, Spennustigi frá ótrúlega háu og svo bara slaka en samt halda spennunni og ekki Já. missa fókus. Og Andri er komin í miðjuna, leið nr. 3. Já, glæsilegur. leið nr. 2. Nei, leið nr. 2 menn ég, fyrir ekki, og Leo er, Hanna, já, hann er komin í miðjuna í nr. hann er ekki Þrjú? að fá með hérna samt.
Ég hugsa hann hafi fengið hana samt, eða hvað? Já, kannski. Mögulega, já. Já, Hann fer allan núna. þá. Já. Sjáum hvort hann er að halda þessari spennu. Hún er gríðarlega hann sko. Já. Og þessi fjólblá er ekki góður, maður er bara Alls ekki góður. svolítið að renna af honum allan tíman. Þetta er svona akkurat grip sem að allir vilja láta busta. Já, Það er svona þannig. þetta er það sem við kallum slóper, hann er mjög... Já. Og hann snýr svolítið svona frá þér, það nærði ekki að hanga í Já, hann. og hann- Þú er eiginlega bara nærða tóginn. Einmitt, og hann er svo ásvöldið yfirhangið, þannig að hann verður bara verri Já. að því leyti, sko. Það er yfirleitt með svo... Ari, er Það er hann svolítið skemmtileg fell bara. Já, áhugast, en hérna, hann er bara En það er einmitt með, þegar kemur að svona gripum, í svona slóperum, Já. þá vill maður vera bara með hendurnar alveg beinar og sem lengst undir honum, en Já. þegar hann er svona á yfirhangið, þá er það yfirleitt ekki, þú veist, alveg hægt. Nei, Þannig að alls maður þarf ekki. svolítið að... Herru, Ari er nálægt því að ná hann að miðjunni í 4. Leo biður krátið eða hérna árautasalunum að Já. hvetja hann áfram. Veit ég það. Hann vill læti í Það er salnum. flottur að þessu, sko. Það er Það er alveg svona hvatning. Já, Það er ekkert að því, sko. það er ekkert að því. Peppa mann smá upp. Já. Why not, segir hann bara. Ari mjög nálægt líka þarna á fannmiðina. Já, Leo. Dettur úr tónum. Mér sýnist hann eiga samt eina góða tilraun viðbót, hvíl í 20 sek og Já. já, mér sýnist hérna í síðustu leiðinni, leiðinum 4, að þarna, þetta er svolítið svona, það er í U17 þá þurfti maður eiginlega bara að dundra beint í miðjuna, þá var ekki þetta aukagrip. Já. En hérna er eiginlega hægt að stoppa sig af eða þú stígur upp á byrjunargripi Já, einmitt. og fara síðan í miðjuna því þú ert Já. komið grip hérna að hliðina. Já, sem er samt alveg svolítið tekníkt að þú þarft að hitta Já, svona með eins og- fótinn. Já, Eins já. og hann var að gera hana. Já, einmitt. Ég byrja bara að hvetja þegar hann byrður um meira, sko. Já, já. Já, Ari kom Nægur með tíma. miðjuna. Flottur. Nú er hann bara Mista aðeins hvernig hann gerði þetta. að vanda sig. Flott, sko. Þeir eru allir að handri dottinn en þeir eru að vinna þeir komast stafinn og Ari með topp. Þá er bara Leo síðustu 5 sekúndurnar. Já. Flottur. Á þetta nú sannarlega skilið, sko. Já. Það er klappin sem hann vildi. Þetta var glæsileg framistæða. Já. Mjög flott að ná að klára. Já. Mikið pressa, en hann drífði sig ekkert of mikið og hann bara... Nei, það er hætta á að keppnin fara að drífa sig og Já. gera mistök þá að vanda sig ekki nógu mikið. Einmitt. Hann bara sjúklega flottur. Já, og hann átti líka alveg þarna 3 sekúndur eftir sem er nú alveg heill hellingur þegar þú ert upp á veggnum. Alveg nefnilega. Já. Emil Elís í leið nr. 4 núna. Þeir eru þarna. Ég tel ekki stigið það. Gunnar Þór er í leið númer hérna 2, rúlar þarna áfram að staða, ekkert mál. Sjáum hann vera nær þannig miðjunni. Valdimar, já, í leið nr. 3. Já. Já, miðjan kominn. Gengur hann ágætlega Valdimari í byrjuninni. Vel gert hjá honum. Maður sér að þeir stíga hann út í vegginn til þess að fá aðeins meiri spyrnu í fótinn. Gunnar kominn. í, Vá. hann er í síðustu hreyfingunni og nær hann að mattsa þetta. Já, öruggur. Flottur. Mjög öruggur Mjög þarna. flott hjá honum. Það er mjög flott hjá honum. Fór hann, ég sá það ekki, fór hann fyrst í gráa eða fyrst í svarta? Fyrst í grá og svo í svarta. Já. Og hann bara náði að sitja vel á fætinum hana og Já. bara var öruggur. Fór hægt bara. Já, Flott. Hann tekur svolítið styrk í það, sko. já. En ég veit í leið nr. 3, maður sér að
þeir eru að stíga hann út í vegginn, maður get séð hérna Valdimar. Já. Og það er friction á veggnum, það Já, er eins og það er er á svo gripunum. sandpappír. Já, sem sandpappír, þannig að það er hægt að notfæra sér vegginn og stíga á hann og Já, þar að leita getur maður fengið þá meiri spynni þegar maður fer að ná fram á eitthvað. Já. Þetta er svona munurinn að vera komið með svona flottan professional vegg en Já, ekki bara eitthvað heimagert. heimasmíðað. Þótt okkur þykir vænt heimagerðu vegginn okkar, Já. en það er bara ekki sambarlegt af því að þetta er það sem að keppendur þið eru að díla við erlendis til dæmis að Jú, stórmótum einmitt, maður lendur oft í því að maður svona treystir sér ekki alveg að síga vegginn. Já, Maður af því þið eru ekki bara vön því. Nei. Einmitt, þannig að það er rosalega gott fyrir þessa kynslóð og Já. auðvitað eldri keppendur líka að vera með svona veggi hérna. Já, til að þess- sprita sig á sko. Algjörlega. Það er ofta leiðasmiðir notfæra sig svona litla hluti svona eins og vegginn til að gera bara svona aðeins erfiðari Já. og Eins og í setja þessu grip á. leið númer 3. Einmitt, maður Þetta sér er- að í staðinn fyrir að þurfa að setja eitthvað voljúm þannig að þá notar maður bara vegginn. Algjörlega. Það er flott. Það er líka stundum, það getur samt kostur að galla því að stundum er hægt að hakka leið og maður kann að nota vegginn vel, sko. Já, það kemur alveg fyrir. Já. En þá er einmitt, já, leiðasmiðina að hérna Fyrir að passa upp á passa það. upp á það. Já, við sjáum kannski teipið þarna í leið númer 4. Já. Það er smá glufa þarna í veggnum sem að Er hægt að tróða puttunum í og það má ekki setja puttan inn í boltagötin á veggnum. Nei, jú það má. Ekki boltagötin. Ó nei. Nei. Það má setja skrúfugötin á veggnum. Ó. Ég held að Það er erfiður partur. Svo erfitt. En Það þarf að fara frá 100 niður í 0. og svo var tíminn að renna út líka Já. en hann náði þetta í mjög mikilvægt stig. Nei. Já, Þetta einmitt. var Auka kúlstig þar sko. já. Þetta var með hérna, já, stílstig. Já. Já, við erum ekki með dómara að fólk er Því að klifra. miður, það er ekki orðið, Nei, það er í næsta sal þar sem frumleikamótið er. já, það er ekki orðið grein. Kannski einn daginn, klifustíl. Það væri nú eitthvað. Já, ég held að við fengjum, já, það væri ennþá erfiðara að dæma það, örugglega. Það væri mjög erfitt að dæma sko, ég hugsa að fyrir bara eftir mannesku hvernig maður finnst það flott. Já. Jæja, en Andri er komin hérna með miðju Já. í leið númer 3, komin í cross þarna og hann, já, er erfitt að losa sig úr því að vera komin í þennan cross. Svolítið tricky. Leo hann að reyna við hoppið. Reyna að stiga hann upp. Og ég átti mig ekki alveg á því hvort það sé betra að stiga hann upp eða ekki sko. Að þau eru með hann að aukagrip en það er vissulega hægt en hvort að það hægir of mikið á manni. Já, Hvort það sé betra að dundra bara beint áfram í miðuna. áfram, sko. Já, ég hugsa að það er góð spurning. Af því að ég reyndi það nú sjálf aðan sko. Já, Stalst smá í þetta. alls má í þetta. En heldur að muni ekki, þú veist, að stoppa þið með sikkvara hendinni, sikkvort gripi, heldur Jú. að þú stoppa þig í einu gripi. Alveg 100%. Það Ég gerir hugsa að ég er aðeins náttúrulega aðeins hávaxnar en Já. 15 og ég hugsa að það er ástæðan okkur bætti aukagrip við að þá gætu þau haft möguleikann að stíga þangað upp og farið síðan áfram. Já, Það fer náttúrulega bara, hugsa ég, eftir stílnum og manneskinu og Leo er nú alveg mjög nálægt þessu. Hann tekur sér smá hvíld þarna, smá aðeins að á pústa. andanum. 2 mínútur eftir að klukkunum líka, það er alveg hellingstími. Nægur tími. Hann er búinn að taka alveg marga tilraunir, þetta var náttúrulega ekki löng pása. 5 sekúndur kannski. Já, En Andri Þetta fer kemur. eftir að stað. Já, ég hef nú oft gert þau mistök að síðasta leiðin maður bara átti í þetta. Ég var alltaf í þetta. Jæja. Núna er Andri ekki að krossa, þannig að kannski... Þegar hann er beint áfram. Hann er með hann að hælkrókinn. Já, hann er með hælkrókinn, nú þarf hann að losa... Það er mjög erfitt að losa hann svona, sko. Maður þarf Já. fyrst í raun, já. Já. Það er nefnilega tryggja að hælkrókinn er þægilegur en erfitt að losa hann, sko. Einmitt, hann er eiginlega úrgóður. Já.
svona svika hreyfing eða þannig. Svika tilfinning, sko. Já. Jæja, Leondur salinum að hvetja sig áfram. Salurinn tekur undir til í það. Ég hugsa að það sem Leo vill í raun er að hann þarf að hugsa smá meira sveiflun í byrjun, gera smá svona róleg sveiflingu að svona fara fyrst til hægri og svo sveifla sér upp til vinstri af því að hann er svolítið svona af því að hann er að reyna að stíga upp sko, hann svolítið sveifla sér bara frá vinstri og upp. Já. En hann í raun vill af því að hann vill fara að stíga upp, þá vill hann fara sem nærst vegginum og hann getur. Já. Og þá í raun þarf að fara fyrst út og svo inn. Já. Einmitt. Þannig að þetta er svolítið mjög strikki upp á það. Já, Andri festist aftur þarna í hælkróknum í leið nr. 3 en 20 og eitthvað sekúndur eftir og það er komið svona, það eru haft spennustig hérna, það er að reyna að klára sko. Þetta er... Hann vil ná þessu hann er svo nátt þessu sko. Já. Já, koma svo. Þreyttur, en bara... Mjög flott hann. Já, takk fyrir sig. Hann er glaður síðust mér allan, hann klappar fyrir sjálf sér og eins og maður gerir. Herru, þá er Valdimar og Gunnar. Jæja. En svolítið, minnst það smá fyndið að Valdimar sem var fyrstur út og Gunnar sem var síðustur út núna sama tíma. Já, einmitt. Svolítið skemmtilegt bara. Já, skemmtilegt, já. Sjá svona, já. Gunnar er bara pollrólegur, byrjar bara að busta allt og svona. Já, þetta er svona þannig leið sem að það... Þú getur ekki margar tilraunir í hana. Nei, og hún er nefnilega, því mér finnst hún líka vera svo, þú veist, hún er svo mikið á spennuna að þú vilt hafa góð grip, sko. Já. Því að það verður klárlega erfiðara að velja leið grip, sko. Gott að busta því þau eru alls svolítið slópi. Já, einmitt, þau halla og svona halla í áttir sem að hún er ekki að hanga í þeim einmitt. Við veit ekki hvort þið sjáu það vel á skjánum ykkar heima en hann var hann að stíga út í vegginn en það veggurinn hallar smá, hann er smá svona út og svo inn, hann fer smá hotn hana. Já. Rétt hjá hann að fyrsta byrjun af voljúminu. Já. Og hann steig hana rétt fyrir niðan hotni og var að reyna að ná pressunni þar. Já. En ég hugsa ef hann fer yfir hotni þá er strax orðið léttara sko. Já. Að pressa út í vegginn nefnilega. Já. Þá ert þú strax komið aðeins betra grip á skónum. Og ég held, já, aðeins yfir. Já, þarna er hann komið með þetta. Þetta var svona smá, ég ætla að taka eftir að keppendur hafa svona þurft að finna þess fyrir því hvar er góður staður hann að stíga á. Það er búið að taka nokkar tilraunir hjá mörgum. Einmitt. En svo óþægileg stað að sleppa og fara yfir. Já. Flott samt hjá honum. Núna er bara öruggur. Hann er öruggur í þessu. Smá hana, já. Já, næra skipt og stíga, já. Þá er bara... Sér að hann er samt ennþá svona. Já. Hann er rólegur, hann er ekki að drífa sig. Nei. Og klárar þarna. Flott hjá honum. Mér sá bara hjá Gunnar að hann er svolítið rólegur á veggnum, hann er ekki að drífa sig neitt. Nei, algjörlega. Og mér finnst það enda bara yfirleitt vera mjög rólegur. Já, hann er svolítið rólegur Hvort sem ég sé hann á móti eða æfingu eða hvað það er. Hann er alltaf bara... Já. Hann er chill sko. En mér finnst hann vera búinn að vinna flokkinn núna. Já, mér finnst það. Líklega, af því það er engin annar með 3 toppa. Nei. Á einhver... Nema Andri, jú, eitthvað svona, já. Það er að sjá hvort að Andri toppi búlta nr. 4. Já, hvort að... Já, þannig að það getur... Það fer eftir. Já, þannig að Andri þarf að toppa nr. 4. Já, að ég held að hann gefi samt ekki með hann, sko. Og Emil... Já, hún er eftir að fá stíginni frá Emil, þannig að við erum eftir að sjá aðeins meira. Hann er svona, hann er alltaf að komast nær og nær þessu í þessu hreyfingu í fjórðu leiðinni.
hálf mínútu eftir. Já, nær og nær. Þetta er alveg hreinu sem að Valdimar getur náð, algjörlega. Hann á þetta alveg inni, en það eru bara rúma 10 sekúndur eftir á klukkunni. Það er líka eftir að það stíðin hjá Leo í leið nr. 3. Já. Það eru bara síðustu 2 hérna núna í síðustu leiðinni. Já. Það er æðislega spennandi, sko. Æðislega spennandi. Þannig að nú er Andri kominn í leið númer 4. Stigaskjalið fyrir fyrstu 3 leiðar og það Emil Elís í öðru og Andri í 3. en síðan hefur eftir að fá einmitt. Svo eftir að fá þetta uppfært með 4. boltanum og Andri kominn. Það er þessi nipp. Já, og líka þarna það er svona mikið spenna og hann er búinn að þessi fyrsta hreyfing, það þarf að gefa svolítið mikið í hana og svo hægja. Taka smá anda þarna inn á milli, bara í miðjunni. Já, en þetta var bara fyrsta tilraun eða önnur og nægur tíma eftir hjá honum, rúma 3 mínútur. Það virtist mjög öruggur með þarna fyrstu hreyfinguna, þannig að já. Herru, þetta var reyndar ekki lögleg byrjun hjá honum. Hann þarf að fara niður og svo dómarinn kalla hann niður. Ég sé hann ekki kalla niður. Það er svo sem alltaf. Spurning hvort það sé þá áfrýjun á það. Það er alveg möguleiki. Það er möguleiki. Já. Hann fær topp, en ég er ekki viss með byrjunina, sko. Ég ekki heldur. Mér finnst að dómarinn ætti að segja bara fara strax og hér aftur ef þau vita af þessu. Já, þetta við hengum bara á. Það er ekki okkar starfa að finna þessu. Það er einhverju þjálfarar og dómarar sem að spá í þessu. Við fylgjumst með, sko. Já, já. Bíðum bara. Það er í raun bara dómarinn í hinu liðinu tók eftir, eða ekki? Nei. Já, það er spurning, sko. Sjáum hvernig það fer. Já, við sjáum bara hvað. Ég sé allavega þjálfari hérna á gangi með alls konar blöð og penna á lofti, þannig ég held að sé áfrýjun að fara að koma. Sýnist það á öllu. Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Spenna í þessu. Við erum allavega búin að sjá áfrýjanir, læra aðeins af það er bara fínt. Já, auðvitað í henni fullkomna heimni þá er allt ekkert fullkomnað, en þetta er líka bara, þetta er hluti af þessu. Gerist. Og við raun, ef við útskýrum smá af hverju hann er örugglega verið áfrýjaður eða hann byrjaði ekki með, þú veist, báða fætur á byrjunar fætin í raun. Einmitt. Það eru þannig að sjáum hann að línun, teipin sem að benda á byrjunargrip og byrjunarfótinn og þá í raun þarf hann að byrja með 2 hendur í byrjunargripinu og 2 í byrjunarfætinum. En hann byrjar með bara 1 fótinn í byrjunar fætinum og hinn í fætinum hann að hliðina á og það má ekki og það er ekki nóg að fara niður og setja fótinn á hann og fara síðan áfram. Þú í raun þarfst að fara niður á veggnum og gera aftur af því að það telst sem tilraun. Já. Og það er í rauninni engin regla sko hvaða teipur fyrir hendur og hvaða teipur fyrir fætur. En það er svona, þarna er það nokkuð augljóst þessu. Það er svolítið augljóst sko. En það er samt sem maður, það er bara svo lengi sem það
Það er einn útlimur fyrir hvert teip og Já. þannig byrjuðu. Já. En Gunnar er núna kominn í sína síðustu leið, síðustu keppandi, nema að áfrýjun fari í gegn og Andri fái aftur tíma. Já. Já, ég hugsa það. Hann átti líka alveg nægum tíma eftir, þannig að Já. hann fær að gera örugglega bara þegar umferðin er búin. Já, ég sá Gunnar var mjög öruggur í byrjuninni, hann var að stíga. Hann passaði upp á það, sko. Alveg upp á 110%. Það lærir af mistökunum sínum og öðrum. Já, einmitt. Hann er hann að maður sér hann að stíga svolítið utarlega á fótunum hana. En hann er að reyna að skipta um fót en hann er hana. Maður sá hann vara með fótinn hann alveg á brúninni svolítið, ekki almennilega upp á fætinum. Sko í U17 þá voru keppur að stíga með vinst akkurát. Einmitt svona. Og jafnvel í miðjugripið, sko. Já. Mér sýnist hann þessi hana, það er rauður hana fyrir ofan. Já, það eru svona eiginlega 2 grip, en það er ekkert, þetta efra grip er ekki að gefa neitt mikið. Nei, þetta er svona í raun það sem við kallum thumb catch. Já. Fyrir þumalinn svona pressa. Já, pressir upp með þumalinn. Já. Ég veit ekki hvort hann er búinn að taka eftir því að hann er að reyna að skipta um hendina. Já. Það er spurning. Eða það hann sé búinn að horfa á hann og ákveða að þetta sé ólíklegt. Engin leið. En hann náði miðnallana í fyrstu tilraun. Já, sem er það skiptir máli, sko. Ég hugsa að hann sé búinn að taka þetta, sko. Mér sýnist það allavega. Það var held ég engin annar sem toppaði leið 2, var það ekki? Nei, það var engin annar sem toppaði leið 2. En hann þarf samt sem áður að hoppa þessa leið. Því núna eru þeir Andri nokkuð jafnir svona eftir aðeins hvernig hann litist. Og svo fer aðeins eftir áfrýjunni hvað gerist, sko. Þetta er ekki búið fyrir það búið. Nei, einmitt. Þetta er rosalega spennandi. Hann finnur hann að þamkjatsi. Já, og núna er bara að halda pollarólegur. Láttur. Nei, hvað sé hann? Jæja. Það er raun bara að tryggja hann sigur, sko. Já, ég held það, sko. Toppað allar. Já, toppað allar. Það var rosalega flott hjá hann. Já. En það var hann að þamkjatsi hanna sem að... Akkurat. Já, en jú, þetta er allt bara... Gunnar Þór er alveg klálega að fara að vinna, en það er samt sem áður getur, fyrir hans eftir hvernig áfrýjunin fer, hvernig annað og þriðja sæti raðast. Þannig að... Ég hugsa að Andri fái nú miðjuna. Nei, já, það er ekki, sko, jú, hann var með miðjuna úr fyrstu tilraun. En svo var hann náðan toppnum í annari tilraun í 4. leiðinni. Já, en hann fær samt 30 stig fyrir Þannig að þetta eru samt 15 stig þarna sem er óvissa hvort hann fái eða ekki. Einmitt. Þannig að sjáum hvað þetta fer. Já, við hingum allar aðeins að sjá hvort hann fari aftur á vegginn áður en að umferð klárast. Og ég sé að dómarar eru þarna að fara yfir upptökur.
bara í raun að bíða og sjá hvernig þetta fer. Það eru heitar umræður hérna í salnum. Þið sjáu það nú ekki. Yfirþjálfari að tala við yfirdómara. Yfirþjálfari KFR að tala við yfirdómarann. Hvað er staðan? Jæja, staðan svo að hljómar öllu eins og að Andri fær aftur upp á vegginn. Það er bara verið að finna út sko hvenær, hversu mikið tíma hann á að eiga eftir. Já. Og bara mannleg mistök hjá dómara. Já. Og já, þau eru bara að vinna úr því. Já. Þannig að já, aðeins spennandi umferð. Já. Það er aldeilis. Alveg rosalega sko. En Já. við lænum alltaf eitthvað. Já, og ég held samt dómarar þurfa að fara að staðan fyrir að geyma fyrir eftir á og eitthvað svona áfríðanir að fara bara að kalla eins og það er sko. Ef hann kalla hann bara niður ef hann byrjar ekki að stöðna sko. Já, en það getur verið að dómari hafi ekki séð það sko. Það er stundum nóg bara að kíkja niður á blaðið á vitlausum tíma. Já. Og þá já, það getur gerst sko. Og yfirdómari, já ég sé núna að yfirdómari er að tala við Andra og útskýra fyrir honum hvað er að fara að ske. Það fer örugglega af stað örugglega á næstu klukku. Þjálfarinn að pappa hann upp í dag. Já. Það er áfríðin að byrja þegar 2:45 komið klukkuna og áfríðin fór í gegn og færðin aftur. Já, heyrðu, við vorum að fara að vita að áfríðunin fór í gegn, þannig að Andri er að fara að klifra aftur, það er staðfest og hann fer af stað þegar 2. Hingur nú þetta lengur. Já. Æsi. Sko, pallinn. Já, Það er- þannig að þetta er mikilvæg áfríðun yfirleitt. Já. Ef þetta svona skipti eiginlega engu máli, þá kannski væri ekki áfríðað. Nei, Ef þetta skipti svona sætunum ekki það miklu máli. nei, en þarna þetta virkilega skiptir máli. Já, virkilega skipt máli, þannig að það verða hann 15 stig tekin af honum. Já. Sjáum hvernig það fer. Já. Það er 14,9. Við ætlum að vera nákvæm. Já. Andri virðist vera bara nokkuð slakur þarna. Hann er Tilbúinn sjáum í ekki á þetta. skjánum, en hann er hérna bara Fylgjast með klukkunni. vel rólegur, sko. Já. Örugglega smá þreyttur, en Já. hann er örugglega Fylgjast það bara er með minnsta mál. Tilbúinn í þetta. Búinn að gera þetta einu sinni, getur alveg gert það aftur. Já, já. Eins og ég segi, þetta er vöðvaminni bara. Já, og þá fer hann á stað. Og svo Við hvetjum hann fylgir hann áfram. Hann passaði sig hann rosalega vel. Kominn hann í miðjuna. Og svo bara vanda sig mitt, fara rólega í þetta. Ekkert mál. Öruggur hann í tánum. Já, já, já. Mjög flottur og þá fær hann hennar topp í 3. tilraun. Já. Anna. Og þá er allavega
Nú getum við ekki staðfest samt úrslitin. Það er alltaf bara bráðabirgða þangað til að Nei, já. áfrýjunartími er útrunninn sem að er síðan 5 mínútum eftir að allt er tilkynnt. En við þökkum bara áhorfið og takk fyrir svo verður hægt að kíkja á staðfestar niðurstöður inn á klifursambands.is en bráðabirgða niðurstöður eru eins og þá er Leo Benjaminsson í 3. sæti, Andri Kjalla Guðmundsson í 2. og Gunnar Þór Stefánsson í 1. Já, eða... Nei, herðu, Emil Elís í 3. Ég reglaði hérna. Það er Emil Elís í 3., Andri Kjallar í 2. og Gunnar í 1. Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Nei, dismiss.